velkomin í þetta litla piknik hérna Sunneva. Takk fyrir. Ég elska settið okkar. Já, ég veit ekki, þeir sem að hlusta kannski bara, hafa kannski ekki tjekkað en settið okkar í svona piknikstíl. Já, við komum með blóm, servetur, plöntu. Við erum að ímynda okkar að við setjum úti og við heyrum í vatni renna og sólinn skín í augun á okkur og við erum reyndar ekki með neitt snacks. Það eina sem vantar í þetta piknik. Snacks. Nei, en við værum mjög bara með ís. Já, of course. En talandi um ís. Stórfréttir. Risastóra fréttir. Draumurinn okkar hefur ræst. Jú, ég er ekki að vera með kaldan, sko, þetta er bara 100% real. Þetta er real. Þetta er örugglega dream come true fyrir alla, sko, þannig að við ætlum bara að segja það að þetta er our dream come true. Teboðsrefurinn. Damn it. Hver er, bara þú veist, þið þurfi ekki sem vita hvað er í honum, farið og fáið ykkur hann, sko. Nei, sko, þið þurfi ekki að vita hvað er í honum. Nei, þú veist, ok, við erum að tala um ís på huppu. Já. Við erum of spenntar. Já. En það er náttúrulega samstarfsaðalinn okkar fyrir hennar þátt. Og við fengum það tækifæri að búa til okkar eigin bragðref. Já. Vorum ekki lengi að segja já. Bara át og já. En svo kom upp málið, ok, nú þarf þetta að representa okkur báðar. Og við höfum alltaf verið með frekar ólíkan, þannig séð í smekk. Já. Þú veist, auðvitað einn hlutur sem við höfum verið með svipað. En þarna tókum við svona the best from you, best from me, saman, pluss eitt svona key ingredient sem við höfum ekki pröfað sjálfar. Og vorum bara, ok. Nei, sko, það sem við smökkum margar tegundir af bragðarefum. Sko, ándjóks, ef við förum að þessi ferli, við fengum þetta, við vorum að tala við Ísbúhuppu og þau sögðu, já, þú veist, bara endilega komið til og hvað þið myndi hafa í Teboðsrefnum. Þá var ekkert annað í búið en að fara til Ísbúhuppu, tókum 2 velvaldna með okkur. Já. Íssmakkara. Mjög mikla skoðanir á þessum 2 mennum, sko. En það þarf að vera. Það þarf að representa því við vildum að basically, því að við getum oft verið svo sammála, en við þyrftum að hafa mótsögn ef það var. Já, algjörlega. Og eins og ég gert í öllum góðum markaðsrannsóknum að þá er tjekkað hvernig myndi þetta falla í líðin. Nákvæmlega. Það er það sem við gerðum með vinum okkar Gunna og Bensa. Já, okkar nánu vinum. En þeir voru ekki að kvarta. Nei. 10 refar sem við náðum að setja saman. Þetta var bara veisla. Við pröfum allar mögulegar útfærslur sem við hefðum geta ímyndað okkur af öllu sem okkur fannst bara gott. Það var ekkert sem að mér fannst ekki gott eða þér fannst ekki gott. Þannig að innhaldsefnin eru greinilega mjög mörg sem okkur finnst góð, en viltu eiga heiðurinn að segja hverjunum? Ok, við erum með að sjálfsögðu 2-falda jarðarberjum. Major Key og Oreo. Hver elskar ekki Oreo? En svo kemur smá hnetusmjör. Ekki vera hræddur eða eitthvað hræddur við þetta hnetusmjör dæmi. Þetta er geðveikt. Já, sko, þetta gerir svo mikið. Þetta var pínu risk hjá okkur. Við herðum, ok, testum þetta. Síðan við gerðum þetta, þá höfum við ekki... Já, allir hinn í ísunum voru bara ekkert spes. Átt ekki róð. En þetta er ekki búið. Nei. Það er topping. Það er Snickers-kurl. Það er svo gott. Þannig þú ert með sko crunchy, þú ert með hnetusmjörið, þú ert með jarðarberri sem gerir þetta fest. Og þau eru alltaf með fersk jarðarberri huppu sem er svo mikið key. Svo key. Það verður að vera fest. Þú ert ekki að vera að býta í eitthvað frosið, sko. Einmitt. Nema ísinn. Nema ísinn. En þú veist, you know what I mean. Já. En eins og segjum, ekki, please testi þetta áður en þeir eru svona, hnetusmjör sounds weird. Við vorum þar. Það elskar þetta hnetusmjör, sko. Þú veist, já. Bara undirstaðan í öllum eins og bústum og þannig, það er alltaf hnetusmjör að besta við það. Þannig að af hverju ekki í bragðaref, það er bara, it's game changing, sko. Þetta er game changer. Þetta er ekki eitthvað yfirgnægjandi hnetusmjör bara því að það er bara smá. Já, þannig að fyrst, einmitt uppskriftin segir smá. Já. Smá hnetusmjör. Þetta er ekki svona of mikið hnetusmjör. Nei. En við sjálfsögum bara hvetjum ykkur til að fara að smakka þetta og ef þið gera það, please. Nei, að taka okkur í story. Já, og láta okkur vita hvað ykkur finnst. Eða bara senda okkur myndi eitthvað, bara eitthvað. We wanna know, reytið hann.
1 upp í 10 Já, í story og takkja okkur. Gefa okkur rating. Að við getum sagt ratingi sem að við gáum. Já. Við gáum þessu bara 10. Það var bara 10. Þetta var bara það var heldur bara fyrst þessu við smökkum líka. Það var, já. Og ég var bara, oh my god, þetta er bara besti sem ég smakkaði, bara 10. Svo áttum við 9 eftir. En strákunir, þeir voru Bensi-ókunni, þeir gáðu þessu sömu einkunn og þeir gáðu þessu báðir 8-5. Já, mér finnst það smá, þegar þeir voru bara, en tökum það fram, þeir gáðu engum öðrum hærra. Nei, allir hýri voru 6, svona max. Já, 7, eitthvað svona, þeir voru svona, 6, 7, þeir voru svona þar. Þetta var hægsta einhvern sem þeir gáðu. Já, þetta var hægsta. Basically 10. Já, þegar þeir voru eitthvað þykjast að vera með eitthvað. Já, þeir voru líka þetta fyrsti og þeir getum ekki gefið strax 10, skilur við. En svo voru þeir alveg sammála okkur að þetta væri the winner. Bestis, já. Og við spurðum þá líka bara, ok, ef þú væri núna að fara á Huppu, myndir þú velja eitthvað annað? Nei? Átó ekki. Andjóks. Herru. Go try it. Please do. Ok, og svo náttúrulega Laugaspa. Laugaspa, organicskincare.is. Sko, vera með good skincare og vera síðan með góðan ís. Einmitt. It's amazing duo. Hvað betra? Andjóks. En í dag ætlum við að tala Vanilla Body sprayið. Hann bara svolítið spennandi. Þetta ekki ilmvatn, en þetta samt svona líkamsilmur sem þú sprayar á þig. Þannig að ég myndi mæla með að nota þetta, kannski segjum að fara á æfingu seint, eða fyrir sturtu seint á kvöldin, og þú vilt fá okkur skoða lykt, en þú vilt samt ekki vera með ilmvatnslykt. Nei, mitt. Svona, þá setur þetta. Að þú ert bara að fara að sofa. Já, þetta er svona róandi, svona vanilla ilmur. Allt sem lyktar eins og vanilla. Elska. Þú, já. Can't fail. No, it can't. It can't. Þannig að já, 100% checkið á og því náttúrulega fá alla vörnarinn á organicskincare.is. Já. Og bara í helstu vörglastöðum, sko. Já. Þið vestlaða þar. Og fundi lyktina. Ef þið viljið checka á lyktinni áður en þið vestlið þetta á netinu. En þetta er alveg æði. Já. Eins og stendur líka heimasíðunni, útkoman í senn seiðandi og sexy. Seiðandi og sexy. SS. SS. Herru, heldur bara þetta te. Já, oh my god, ég alltaf að gleyma. I'm so sorry. You're so sorry. Við erum eitthvað gott te. Já, það er klárast. Og það er klárast, við erum 2 póka eftir. Ég bara svona, ég held að með þess að síðustu gestinur okkar, allir búin að koma hafa rósað þessu te. Og Sabrina vinkona okkar gaf okkur þetta. Og hún keypti þetta í Englandi. Þannig er það ekki? Ég er ekki viss. Ég held það. Mér minnir það. Nei, hún gaf okkur bolla með. Hann var frá Íslandi. Já, hann var frá Íslandi, en te var heldur frá Englandi. Ég þarf að spyrja hún út í þetta því ég þarf að panta þetta, sko. Já. This is some good tea. Fárlega gott. Alveg eins og te sem við viljum að gefa ykkur í dag. Rjúkandi tebolli. Já. Þetta er svolítið skemmtilega topic sem að við erum með. Hverjir hafa safnað flestum trúlónarringjum? Já, og veistu hvað gaf mér þessa hugmynd? Nei, hvað? Hann Benedikt. Hann gerði það óbeint. Hann var ekki að tala eitthvað og ég senda þig bara topic. Byrju, what? Var hann bara eitthvað? Hver er bara trúlóð þessu? Nei, hann var að sína mér eitthvað mím eða eitthvað á Instagram og það var einhvern veginn svona, kom einhvern veginn svona út. What? Og ég var svona, what? Ég hef aldrei pælt í þessu eitthvað. Svo fór ég að googla og ég var bara, ok, þetta er topic, sko. Þetta er topic, sko. Þetta er samt vorum að ræða þarna fyrir þátt. Þetta er kannski svipa eitthvað hverju deytu einu sinni. Já, nefnum bara hverju voru trúlofaðir einu sinni. Já, og líka það bara, margir sem hafa verið trúlofaðir, margar stjörnum sem hafa verið trúlofaðir einhverjum sem er ekki í stjörnulífinu. Nákvæmlega. Skilur þannig að það er talað með. En það var samt alveg erfitt að rannsaka fyrir þetta. Veistu það ekki? Jú, nefnilega. Það er ekki mikið einhverjum heimildum eða fréttum þetta, sko. Nei, og en mér fannst algengasta talan af þeim sem hafa gert þetta oftar en einu sinni vera 3. Já, lucky 3. Finnst það lucky ekki? Number 3. Jú, mjög algengt, sko. Já, mér fannst oft svona eitthvað, já, 3. Trúlega sér 3. Ekki gifta sér 3. Nei, en kannski myndi fara í eldri kynslóð, en ég rannsaka ekki það. Þetta er bara svona allt fólk sem við vitum hver er, skilur ef við farið kannski aðeins eldra þá kannski tölunar herri og þú kannski verið í klúni og eitthvað þannig já, kannski kannski tökum það bara næst, part 2 já, það er alltaf part for part 2 það er alltaf pláss fyrir part 2 we love part 2s en svo er bara, ég held að aðal spurningin þegar kemur á þessu málefni
og ég veit við vorum að spyrja tebúsgestana en við ætlum að bíða með að kíkja en ef við ræðum þetta eins svo tjekka við bara enda þáttarins þannig að þú þarfst að hlusta alla þáttin til þess að heyra svarið en skila maður trúlónarhringum eða ekki? Þetta er góð pæling. Ég sko veit það ekki ég ángriðs veit það ekki ég held maður gerir það ef að þú ert að slíta trúlóninni sem konan eða sá manneskjan sem fær trúlónarhringin ertu ekki þá að eitthvað ég get þetta er búið, tek hringin og bara gessa vel er það ekki svona closure skilur mér finnst það make a sense já, en ef þetta er skilur hann ef að þú biður mín þú gefur mér hring og þú endar þetta hvað ger ég? Þá er hann kannski bara eða ég skilur bara haltu hringnum, þetta var mín gjöf þín en hvað ætlar að gera við hann? Selja hann segjum að þetta er eitthvað big bucks í Hollywood eða eitthvað skilur sem það er yfirleitt risastóran hring það er samt einhvern veginn eitthvað sem er að fréttast bara þessi seldi hringi sinn það er svona, what? Ég meina, þú ert ekki að fara að ganga með hann nei, þú ert bara opinn fyrir að kynnast einhverju nýjum eða hvað sem þú ert að fara að gera skilur þetta er alltaf að fara að minna það manneskjana samt kannski vilt eiga minninguna þú þarfst ekki að grafa einhverju svona minningu nei, ég meit don't regret something that once made you smile true ekki eitthvað nei, sko, ég veit það ekki því að þú veist, ég var alveg pælt í þessu bara, þú veist, þessu topiki því að maður sé þetta tekið fyrir svona hér og þar eitthvað svona, í útvarpi eða eitthvað þú veist, hvort maður skilur þessu og ég held að sé rétt hér ef að það er slít ef að ég slít, eða þú veist, ef að manneska sem fekk hringinn slítur þá skilaru það er fárlegt að ef að ég hefði þú hefði beðið mín og ég verið bara hætti búið og labbaði burt með hringinn, skilur það er skrítið þá ert þú að brjóta hjarta á manneski sem gaf þér hennar hring þú þá svona klósir að skila hringnum því þú obviously viltu þetta ekki en manneski hinn kannski manneski vill þetta þá þú getur að labba burt með hringinn og selja hann, skilur nei, það er fárlegt það geði skrítið en ef þetta er öfugt þá svona er aðeins grárri línur segjum að þú beðið mín ég geði spennt en þú hætt sem með mér og ég er bara heartbroken og ég er bara eitthvað oh my god, þú er bara eitthvað viltu ekki særa mig meira en þú ert þú bara eitthvað hennar hringurinn hennar skilunum þú veist ég er bara eitthvað í mólum skilur og bara eitthvað það þarf að skila hringnum sem þú gafst mér eina sem að minnir þú veist á góða tíma með þér nákvæmlega það er eins og ég hafa pælt í þessu kæli ekki ég var bara að byrja að pæla þessu núna nei, en þetta er svona pæling að því ég þú veist, ef þú slítur trúlofinn við, þá finnst mér eins og þú getur ekki beðið hringið tilbaka nei þú veist, þú ert að brjóta í manneskinu hjarta þú getur eiginlega ekki sagt eitthvað, herðu hringurinn nema þetta er sameiginlega ákvörðun þá já bara þetta er ekki virka ef ekki hætta og þú ert bara það er svona, þá getur þú sagt bara má ég fá hringin aftur, skilur þetta er hringurinn ömmu minnar fattar þú, ég ætla að gefa konu sem ég ætla að gefa það já, ekki, ef þetta er eitthvað svona trúlofaði með sama hring og trúlofaði áður ég myndi, pældu en þá er maður alltaf að passa sig hverju maður er að gefa hringina ömmu sko það er málið það er stóra málið ég myndi að þú veist, þú ert með gæja og það er þessi umræðum hringin hjá einhverju ömmu hann er eini sonurinn eða eitthvað og hann á að fá hann á hring og hann gefur þér hann ekki já, hann beðið mín með bara einhvern öðrum hring er saman það? já þá er þú bara bitch, hvað er ég að gera? Það er bara hægt mömmu eða? Þá myndi maður örugglega vera eitthvað, þú veist maður væri örugglega bara svona, já, þú veist, myndi segja já og svo myndi maður kannski bara taka upp umræðina ég man að amma var eitthvað að tala en það er eitthvað sem þú vildir ekki nýta þér ég segi bara að hann átti að gera þetta fyrir framtíða eiginkonu sína já, kannski er hann bara þarna allt til að gista þenni sjökunna fer en þú ert ekki framtíða eiginkonu mín væri maður ekki að hugsa það ef maður væri svona psycho það? Jú. Það er bara svona hans ásökun væri bara eitthvað já, þú veist, mér fannst þessi bara flottar en langar bara að kaupa nýjan, þú væri bara you're right fjölskyldur búin að tala hring svo lengi sko. Já, give me that blue sapphire en ætlar hann þá að gefa mér hann þegar we're on the aisle já, kannski skilurðu en þessan trúlónarhringur
Hann annað þetta var giftingar. Kannski gefa hann þetta sem giftingar, ekki það hægt? Já, það sko, Lilla að sparki mig fulli, held að hún hafi... Hún bara, já. Hún bara, return the ring. Nei, alveg, wow. Henni finnst þetta gott. Já, ekki. Held það segja máli. En já, fyndið. Hún fílar lakkrís allavega. Það lítur að vera. Já. Pípamönda lakkrís. Ég drekk ekkert ofta eitthvað heitt. Nei. Kannski það líka. Já. Það er samt ekkert koffein í þessu að neitt, sko. Þó það væri í lagi. Það væri ekki bara góðu lagi. Já, bara láta ekki vita það. Það er enginn að brjóðunum reglur hérna. Nei. Ég sé bara spá hvort þú væri svona, kaffín. Það er ekki. Það er svo mammenar og sunnu frængunar. Já. Það kemur að kaffín. Always, þá er kaffín. Herra, já, eins og segja, þú veist, ég fann ekki mikið marga. En það þýðir samt ekki að ég sé ekki með juicy, sko. Nei. En fyrsta manneskinn sem ég datt í hug þegar þú sendið mér þetta topic var J.Lo. Já, hún er ástæðan okkar ég fann, ég datt í hug þetta topic. Ekki? Það var bara, fyrsta manneskinn ég var bara J.Lo. Ég vissi ekki, fyrir en ég sá þetta mím hjá hann Benedikt, að hún væri búin að vera trúlega svona oft. Ekki? Nei, ég vissi ekki að það væri svona oft. Nei. En ég vissi að það væri nokkur sinnum, sko. En bara... Ef við erum ekki segja að segja eitthvað að því, skilur, ég bara hafði ekki hugmynd hverja hún hafði deytað, skilur, ég var aldrei búin að pæla í hennar love history. Nei, alls ekki. To be honest, sko. En ég man að hún hefur talað þetta í viðtölum. Ég man gett vel eftir viðtalið þar sem hún að segja hvort hún hafi skrifað bók eða verið bara að ræða þetta. Ég held að hún hafi skrifað þetta í bók eða eitthvað, ég man það ekki hvernig það var. Allan að hún segir að hún og hún ekki segið þetta niður tátt sjálfa sig, en hún segir hún sé svona ástsjúk. Hún verður bara mjög ástfangin, mjög snögglega og vill alltaf vera í sambandi. Já. Þú veist þannig, og sumir eru þannig. Og hvað er að því? Það er ekkert að því. Ekki neitt. Minnst ekki neitt að því. Aðrir vilja vera, þú veist, aðrir kannski hætta saman og vilja taka sér langan tíma þá einir eða eitthvað þannig. Já, en þú veist, hún líka bara vill bara, þú veist, ok, ég til í þetta, skilur, ég til að gifta mig og svo kannski bara virkar það ekki. Já. En það er ekkert að því að vilja það. Þú sér það bara þarna í momentinu, skilur. Og líka eins og við segjum, þú getur ekki séð eftir einhverju sem einu sinni gerði þig glaða. Nákvæmlega. Eða glaðan, whatever it is. En já, hún sagði mig tekið um henni í viðtali bara, hún væri svona, þú veist, á góðan hátt, svona ástsjúk eða þannig. Og bara ógeðslega ástfangin af hugmyndin að vera ástfangin. Já. Sem bara geggjað. She loves love. Já, she does. Ok, viltu að ég fari yfir trúlega hennar? Já, gera það. Eða varst þú með það líka? Ég líka með henn, þú mátt bara hendi í það. Ok. Sko, hún hefur náttúrulega deytað fleiri heldur en við erum að fara í lista hérna. Þannig að ég ætla bara að fara yfir þá sem að hún hefur trúlofast. En fyrsta trúlofun hennar var við þjónin Ojani Noa. Árið 97. Árið 97 og þau giftu sig. Já. En það var frekar stutt. Og var það ekki bara þetta var ár. Bara 1 ár. Já, það var bara 1 ár. Varla ár, bara út árið. Já. Og það var svo leys. Já, svona er það. Já. En hann gaf henni svona lítinn, bara svona mjög simpul demant. Og með gullituðu bandi. En númer 2, hann heitir Chris Judd og er dansari. Hann kom eftir að hún var búin að deyta Diddy, sem við þekkjum. Já. En þau voru að deyta, þau trúluðu sig ekki. Síðan fór hún að deyta Chris Judd, sem er sér dansari, og þau trúluðu sig. Og bara eftir að vera búin að deyta í nokkra mánuði. Og og hann gaf henni svona Emerald Cut Diamond. Og þau giftu sig 2001 og síðan skildu þau innan við ár. Já. Það er ekki að finna að gifta sig og svo bara, þú veist, þú er búin bara að gifta þig, bara svo bara bæ. Já. Hún er ekkert bullshitting, hún er ekkert eitthvað, ég ætla bara að vinna í þessu sambandi, hún er bara, þetta er búið núna, skilur. Þetta er bara þannig. Hún er bara, þetta er bara, if it doesn't work, it doesn't work. Kannski hefði nátt að vera aðeins lengur trúlofunum. Já. Veit ekki. Hvort það kannski gefi eitthvað meir í skinn að sambandi myndi ekki ganga, veit ekki með það. Svo mikið pappirsvinna og eitthvað fara í gegnum þetta. Það er þvílíkt vesen, sko. Já. Það er líka dýrt að gifta sig og það er dýrt að skilja. Já. Þannig að, veit ekki. Það er alveg, þú veist, það er alveg mikið að tie the knot, skilur, þú veist. Það er það. Þú ert ekki eitthvað bara með eitthvað ring, skilur. Þú ert ekki leikar að því. Nei.
og líka bara tengja saman tværa stóra fjölskyldur, það líka það að það alltaf sorglegt með sambandslit að maður þarf alltaf að hætta með allir fjölskyldunni ef við erum búin að þekks lengi og hvað þannig það sorglegt sko en já, þessi Kristjörn var seinni maðurinn sem að gaf henni trúlónarhring sá þriðji hann Ben Affleck já, það vissi ég ekki vissið þú þetta? Nei, ég veit ekki nálega, ég var búin að gleyma því en þegar ég sá þetta þá var ég svona, já ég bara mann ekkert eftir þessu að þau hafi einu sinni deytað sko þau voru trúlófið sko þau voru trúlófið sko en þau voru sem sagt að leika saman já. Í bíómynd og hann bað hennar síðan sturlaður hringur sturlaður, 6,1 karat pink diamond ring já, bleikur þetta eitthvað sem við þurfum sko er það grínast og svo svona litlir í kring já, nýtt en þau giftu sig aldrei nei en þannig að því miður ég veit ekki hvort það sé fyrir því miður það var bara rétt áður en þau ætlaði að fara bara down the aisle þegar þau slitið trúlóninni já, þau bara, nokkrum mánuðum fyrir en þannig að hann var þriðji sá fjórði var síðan maður sem hún giftist en það er Mark Anthony og það er maðurinn sem hún á tvíburuna sína með já og hann er svona spænskur eða latínó tónlistamæður hann syngur yfirleitt á spænsku og þannig ég veit ekki hvort hann sé frá ég veit ekki hvað hann er hvort hann sé Mexiko eða latínó eða eitthvað en hann er svona syngur á spænsku og þannig og þau hafa gefið lög saman og svoleiðis en þau hann bað hennar 2004 og þau giftu sér líka 2004 en svo hættu þau saman 2011 en þessi ringur já er það grínast er það tjóka blár 8,5 karat með litlum diamantum þetta er einnig það sem ég er að pæla ef þú ert búin að trúla á þig nokkru sinnum segjum að stærri og stærri já gæin er ekkert að vera að gefa minni ring og þarft að toppa síðasta alveg 100% alltaf að gera hann eitthvað meira svona öðruvísi special eitthvað pæli eitthvað mikið pressa mannskjarnir búin að vera segja, þetta er náttúrulega bara alls á ekki að vera pressa skilur nei. En segjum bara í Hollywood það sem allir eru bara að vita allt um alla já og það er verið að taka myndir af þessu og það er verið að greina hvað hann kostar og hvað hann er mikið karrurt og eitthvað og þú þá ertu bara svona smá svona ok J.Lo var með 6,5 seinast ég ætla ekki að fara í 7,5 ég ætla að fara í 8,5 já þetta fyndið þetta er styrla sko en þessi syngur er svona blár já styrlaður en eins og þarna með Mark Anthony hún náttúrulega giftist honum og var alveg gift honum í smá tíma frá 2004 til 2011 að frekar langt fyrir J.Lo bara putting it out there lengsta hennar samband en hún á líka börn með honum þannig að þegar þau skilja þá er það ekki bara að gefa hringinn sko þar breytast málið nefnilega að því ef að þið trúlofið ykkur og þið náuð að giftast eða þið giftist þið slítið ekki trúlofin en svo slítið hjónabandi áttu þá að skila trúlofnring nei, það fyrst mér á með haldunum já, allan þetta er líka bara, þú ert ekki að fara að selja þennan hring þetta er bara bassfæðin fyrirhandi eiginmaður þetta er bara sem dóttir fær nákvæmlega já einmitt ætli, hún á náttúrulega strákstelpu ætli hún gefi hvor ætli hún gefi? Er það ekki strákunum? Er það ekki? Er hann náttúrulega byður, já kannski ég veit það ekki já ég veit, maður veit aldrei nei, en ég veit ekki örgulega eldra sískinu ég væri sko berestu sískinu mitt ég ætla að fá hann mamma var bara, já bróðinn færi þetta var ég bara, hvað meinur þau? Ég var brjáluð sko, þetta er geggjaður hringur já, en hvað ekki, þú veist ekki myndi ég gefa Gunnan, skilur, ekki myndi ég herru, trúlega, ef þú vilt giftast mér, þá gefur mér þennan hring þannig kannski er sanngjarnast að sá sem er að fara að biðja einhvers, fái hringinn en kannski stelpun hennar þannig að hún vill biðja já, algjörlega, það geti gerst kannski, ég veit ekki, allavega ég myndi gera það, þú veist bara fyrir hennar hring, sko já, ég líka þú veist, ég myndi gera sjálfur með hann, já, þú veist, já, þú kannski sittur ekki þennan demant á Gunna ég sagði það er það sem ég er að segja ég var ekkert endilega til að hann myndi labba með hann nei, en þú bara biður hans og setur hringinn á þig já, mér finnst það fer eða notið sem giftingarhringin ég veit ekki eða, það er náttúrulega minnst mjög sætt þegar fólk tekur gamla hringi og lætur hans breyta þeim þú veist þannig að þú getur tekið hennan
8,5 karata demant, skilur, bláa demantinn sett og ná nýjan hring hjá þér aðeins fixa þetta eða gera hálsmenn já, eða það, þú veist eitthvað þannig gerum eitthvað úr þessu anyways síðan það sá 50 já, 50 og það sá sem hún trúlofuð í dag er ekki gift? Nei, þau ekki búin að gifta sig What? Já, það Alex Rodriguez Vá, mér líður svo og þau eru búin að vera saman svo lengi þau eru búin að vera saman svo stutt sko en það A-Rod sem hafnabolta leikmaður þekktu fyrir það, en í dag hann bara eitthvað entrepreneurs já, hann retired en hann var mjög frægur á sín tíma og frægur fyrir það basically að vera hafnaboltamaður það ekki hafnabolti? Jú, hafnabolti, þú veist aldrei hvað hafnabolti eða baseball Nei, það baseball, já að því að svo amerísku fótbolti mér séu eitthvað svona það bara amerísku fótbolti já, ég veit ekki, anyways hafnabolti, að því að það er ykkur sem spilar á Íslandi ég held ekki, sko Nei, ég held ekki, en hann baði hennar 2019 hann har alveg orðið smá síðan hann baði hennar þau hefur ekki ennþá gift sig Nei, greinilega ekki en það líka there are rumors já að hann sé ekki faithful að henni alveg heilagur sko, en hann ávist að hafa haldið fram hjá mikið úr fyrra sambandi þannig að ég veit ekki hvort það eigi við once a cheater, always a cheater ég veit ekki það þarf ekki að vera sko. það þarf ekki að vera en ætli það sé það sem að tefja það að þau séu búin að walk down the aisle já, þú talar TV-vikuna líka hún væri með í prenup-dótinu já, sem sagt í TV-vikuna fyrir svolítið síðan þá tók ég þetta fyrir já. og þegar ég var að rannsaka aðeins varðandi þessa orðróma hvort hann að halda framhjá eða hvort hann sé að halda framhjá eitthvað slíkt þá sá ég að sumar heimildir segja að hún sé búin að setja inn dálk í prínöpið sitt og prínöpið bara svona pappirinn sem gerir áðan að gifti varðandi hvert fara allir peningarnir það með 2 stórstjörnur hún á börnum fyrir sambandi, hann á börnum fyrir sambandi þau eru, þú veist, aðeins eldri árum þau eru kannski ekkit endilega að fara að eignast mikið af peningum saman núna, eins og skilur koma bæði inn í þetta hjónaband með mikið af peningum þannig að það þarf að gera eitthvað pappíra en þessi prenup ekkert bara varðandi peningar sem átti fyrir sambandi sem þú eignast á meðan hún lét bæta inn dálk eða svo segja heimildir, við veitum ekki hvort það satt það sem í raun segir að ef að A-Rod heldur fram hjá henni á meðan hann giftur henni að þá þurfa hann að borga x skuld x upphæð fyrir það rosalega að setja það í prínöpsi sko já að þú tristir manneskinu augljóslega ekki nei að þú bara hann bara ok, nei ég ætla ekki að halda framjá þá skulda einu pening einmitt eins og það sé eina ástæðan okkur og ættir ekki að halda framjá peningar einmitt en svo eins og til dæmis bara Justin Timberlake það ekkert svo langt síðan það kannski að snemma árs 2020 eða hvort enda 2019 mannstu það sem að koma upp orður að hann væri að halda fram með Jessica Biel af því það náðust þarna myndband af hann eitthvað með samleikunum sinni að vera eitthvað svona aðeins svo mikið dúlleri það komið þá orður upp eftir það að Jessica Biel hafi sett svona inn í þeirra prenup að ef hann heldur fram hjá að þá hún x mikið pening shit þannig að það eins og sé ef að sögur segja satt eins og þetta sé að verða smá trend að setja þetta inn í prínöpið að reyna að secura því að það bara skadabætur basically ef ykkur haldur fram hjá þér já en á sama tíma þetta 5. skipti sem að J.Lo trúlofar sig og hún vissulega, þú veist, þótt að hún hafi endað ykkur hjónabönd og endað ykkur sambönd og þannig, þá hefur hún oft verið með broti hjarta hún hefur sagt það sjálf en ég veit ekki hvort það sé gert þess að verja eitthvað sjálfa sig eða hvort það söguna sér sannars where there's smoke there's fire fattur það mig? Ég veit ekki en já, ég allavega af þeim sem ég fann þá að J.Lo búin að safna flestum trúlónarhringum 5 stykki 5 það svo leys en til að fara aðeins bara svona það sem ekki svona mörgum hún til Ariana okkar Grande hún hefur verið trúlöð tvisvar sem alltaf bara ekki oft skilur en hún var trúlöð Pete Davidson og þau trúlöðu sig bara eftir að vera búin að vera deyta í 1 mánuð eða eitthvað já bara mjög stutt
Mér það svo, hvað er það? Mér það óslega algengt út í Hollywood, eitthvað. Ég held sér bara svo góði væpi hana í LA eða eitthvað, bara það er bara gott, bara veður og bara eitthvað, svo finnur eitthvað sem var ástfangin af og bara eitthvað, let's get married. Verður líka bara eitthvað sjúklega ástfangin. Já, ég held að vera ógíslega ástfangin í góðu veðri, sérstaklega í Hollywood, skilur. Ekki alltaf að tala bara svona summer love, svo hann bara í grís og eitthvað. Maður ekki bara eitthvað ekstra ástfangin á sumrin? Ég held það. Líka bara útlöndum, skilur. Já, þetta er náttúrulega ekki útlönd fyrir þeim. Nei, bara ekki Íslandi. Ég er ekki að segja það. Ég held að það sé bara svona mikið að vera í Hollywood, þetta er bara svo mikið movie, skilur. Þú ert bara ekki að live in the dream. Þau af tvö. Og líka bara eitthvað, peningar ekki vandamál. Það er því að safna þig fyrir hring, þú getur bara gert þetta. Já. Þetta er kannski ekki eins meaningful fyrir þeim eins og þetta væri kannski fyrir okkur. En það er ekki svo að sé að gera þetta annað hvern dag, skilur? Alls ekki. En fyrir þeim er þetta að sjálfsögðu gríðarlega tilfinningaríkt og allt það. En ég held að fyrir okkur, bara svona average Joe, þá þetta sé þetta aðeins meira. Já. Það er mikil ákvörðun eitthvað. En þau eru bara svona, við getum alveg gegnum skilnað og eitthvað, skilur. Já, eftir að kaupa annar hring setna eða eitthvað. I don't know. En já, þau hætti svo saman eftir 6 mánuði. Elsku bestu. Mér fannst sambandið þeirra samt vera landa því það var svo ógeðslega það var svo ógeðslega opinbert og tala mikið um það maður fekk svo mikið úr því eða svona mikið bara vita svo mikið það var svo ógeðslega í mikið fréttunum og okkar komið líka óvart og hann hafði ekki verið trúlofunum Mac, ég hélt það líka en það var ekki nei, þau voru ekki trúlofuð það var svona fyrirvændi kæristinn hennar Mac Miller þau voru ekki trúlofuð eins og maður haldið af því að þau voru svo ógeðslega ástfangin og lengi saman já, en þau náttúrulega hætti saman bara í góðu og eitthvað já þau voru alltaf vinir en þú veist, já, það þarf ekki að vera að þau trúlofuðust en hann, Mac óskaði þeim til hamingju og þegar þau trúlofuðu sig hún og Pete já en núna fyrir stutti síðan desember 2020 þá tilkynnti Ariana Grande á Instagram að hún væri trúlofuð honum Dalton Gómez fasteignasalanum elska þetta er svo ógeðslega fræg mynd hún setti kapsunni Forever and Some og svo mynda hringnum og þeim og eitthvað hringur var geðveikt kjút svona demantur og svona perlur í kring og eitthvað það er mjög sætur öðruvísi já mjög öðruvísi ég fíla það já svona special svona mannst eftir honum já þarfst ekki að sjá mynd til að geta picture hann eða sé hann einsinni nei, einmitt þannig að Ariana er búin að vera trúlofuð 2 svar næsta sem ég er með, hún er búin að vera trúlofuð 3 sinnum okay. það er hún Scarlett Johansson ok hún hefur gift sig 3 sinnum skilin 2 hún var gift Ryan Reynolds já sko, ég vissi það ekki ég hef ekki hugmynd nei what the hell? Hvað mér eftir Ryan í dag? Blake Lively? Já, okay. Ég ruggla alltaf Ryan Reynolds og hinum saman. Hverjum hinum? Hvað heitir hinn? Þau eru alltaf að gera grín, þau eru bæði líka þetta fara út með mér. Hæ? Og hvað heitir hann fuck, það er Ryan Reynolds. Hann leikur í Deadpool og eitthvað. Já. Svo er hinn hver? Hinn gæinn sem ok, Blake Lively er alltaf að gera grína þessu, þú veist, líka hún setur óslátt mynd af hinum gæjanum ok, núna er eitthvað að hlusta bara ég veit hvað þú ert að tala um, en ég man ekki hvað gæja þetta er Reynolds ég verð að finna nú er eitthvað öskra á okkur það er eitthvað öskra, sko, ég þól ekki svo, það svona gerist þegar maður fær algjörlega bara svona heila bylun og gleymi sér það byrði á hann týpura nei, hvað heitir þessi? Ryan Gosling Ryan Gosling Birta, hvað heitir þessi? Já, nei, en hún er eins og Blake Lively setti mynd af Ryan Gosling og var eitthvað happy birthday baby já, því að hann setti mynd af sér eða ekki, happy birthday to my wife og bara kroppa hana út af þau eru eitt fyndnasta par sko, Ryan Reynolds er svo fucking fyndin já en Ryan Gosling er alveg líkur honum já, smá, okay, en ég er bara einhvern veginn ég tengi ekki að rugla saman nei, ég ger það, þess vegna en það rugla líka bara þegar heita bara Ryan já, trú þannig að ég er svona, ég rugla saman báðir þeir svona með skegg og álíka típur já, álíka típur, leika álík hlutverk nei
Ekki? Ryan Gosling er svona serious, romantic gæi meðan Ryan Reynolds er bara, þú veist, hilarious. Okay. Hann leikur Van Wilder og alltaf eitthvað svona fyndin gæi. Gosling er bara, þú veist, Gosling er bara eitthvað svona vælandi alltaf. Ok, fægt, tekið tilbaka. En já, það er svona einmitt. Ok, Scarlett Johansson og Ryan Reynolds. Já, ég er ekki búin með hana. Nei. Já, þau voru, hann trúlaðist, þau trúlaðist 2008. Sælir, það er ekki langt síðan. Og svo gifti sig sama september og voru svo hætt saman 2 ára seinna. 2008, 2009, 2010. Já, við erum svo litlar hana. Já. En ég vissi alveg hver hann var þá. Já, ég líka. Og maður vissi líka alltaf hver Scarlett Johansson var bara. Ég kannski vissi ekki þessum tíma. Nei. Ég veit ekki hvað svona ungri mynd hún lék í þeim tíma. Nei, man það ekki. En mér finnst bara eins og maður veit alltaf hver hún er. Já, trú. Bara þótt maður sé ekkert að fylgjast með henni. Það veit maður samt bara hver þetta er. Já. En við erum í rauninni ánægði það samband endaði því að... Já, hann og Blake eru algjör dúllur. Já. En já, svo giftist, trúlega hún einhverjum French journalist businessman, Roman Duarig. 2013. Og þau eiga dóttur saman. Já, ok, en hún giftist bara strax aftur. Já, alveg 3 árum setna. Já. Nei, 2014 sem við giftust. Ok. Já, alveg langt á milli, já. Og já, svo hætti þau saman 2 árum setna. Já. Það er alveg stutt. Hver var þá þriði? Heyrðu, hann heitir Colin Jost. Já, þetta er eitthvað úr Saturday Night Live. Ég veit ekkert hver þetta er. Nei. Og þau trúlega sig 2019 eftir að vera bara búin að deyta í 2 ár. Ok. Mjög eðlilegt. Já, svona. Og það er aðeins lengri tími en þessi mánuður. Já, hjá flestum öðrum sem við erum búin að vera að skoða. Já, svo bara, gessi 2019. Já, þau eru enda saman, sko. Þau eru enda saman? Já, ég held það. Ok, það er gott. Ég hef ekkert meira að segja þau. Nei. Ég veit ekki meira. Nei, einmitt. Ég vissi ekki að hún ætti manns, sko. Sem alltaf veit mikið af henni út af Avengers og eitthvað. Já, auðvitað. Ég hef ekki hugmynd, sko. Hún er alltaf ekki gift Hulk. Nei, því miður. Bruce Banner. Af Kardashian systrunum þá hefur Kim verið oftast trúlofuð. Besta Kimi. En náttúrulega Khloe er náttúrulega bara trúlofuð einu sinni, sko. Já. En Kourtney held ég aldrei. Nei, meinar. Það er svoleiðis. Elsku besta mín, hún skilir trúlofunarring. Já, ég held að Scott hafði aldrei beðið hana, sko. Nei. Wow, that's sad. Já. En Kim, eins og segi, hún er búin að fá 3 trúlofunarringa. Já. Og allir þessar trúlofunir hafa endað í giftingu. En hún var alltaf gift Damon Thomas sem er, þú veist, eitthvað svona tónlistarframleiðandi. Þau giftu sér bara í Las Vegas. Þannig ég veit ekki alveg hvort hann fengi eitthvað sérstakann trúlofunarring. Nei, kannski bara svona spilavítisring eða eitthvað. Kannski. Það er ekki til mynda á hann. Það er ekki til mynda á hann. Ekki svona sem við höfum fengið að sjá. Nei. En þau voru gift bara stutt, bara 4 ár. Alveg mikið. 4 ár, já. Að með Hollywood. En að gifta sig er basically bara eins og að vera í sambandi. Já, það, þú veist. Fattar við? Já, það er svolítið svoleiðis. Þarna, sko. Já, kannski gifta þessi til þess að sé ekki einhver að halda fram í og eða svona reyna. Já, kannski. Það er bara svona eins og við myndum vera bara, já, við erum saman. Já, kannski er þetta bara eitthvað svona stimpill. Já, hann getur verið. En já, hún sérst, og svo skildu þau 2004. Næsti sem hún trúlaðist var náttúrulega Chris Humphries og við munum öll eftir því. Manstu hvað hann bað hennar? Nei. Það var í þáttunum, sko. Það var það var merkilega mjög krútlegt. Já. Með þessi Kim Kardashian undir Hollywood þá er þetta ekkit eitthvað svona... Og með við Kanye proposið. Já, þetta er ekki einn samanborðið, sko. En það var þá þannig að hann með bara inn í svefnherbyggi. Já, og eitthvað búin að setja rósir. Say no more. Já, búin að setja þessi rósir upp stegana. Þannig hann labbaði inn eitthvað og þá stóð eitthvað svona í rósablöðum Will you marry me? Og hann eitthvað hjá honum. Og var þetta bara í þáttunum? Já. Hann gerði þetta aldrei sjálfur? Nei, fyrst, einmitt. Nei, ég trúi ekki. En hann baði hennar árið 2011
og við þurfum ekki að ræða hvað þetta brúðkaup á langt, við veitum það all. Já, hvað 64 dagar eða eitthvað? 72, er það ekki? Er það ekki? Ég maður ekki, sko. Það 72 eða 74. Ég sagði það, já, það var eitthvað mjög stutt, sko. Það var allan eitthvað, já, 72. Já. 72 dagar, en það var rosalega stutt. En ég meina, sem bara virkar í. Það svo leys. En hann gaf henni sikring. Sturlaðan ring. Þetta sko. Þetta er statement. Þetta er bara, she is engaged. Já, og maður vorum að tala um að Mark Anthony hafi verið að toppa síðustu 3 og gefið henni 8,5 karattarhring. Við talum Chris Humphries hendi 16,21 karattarhring. Akkur hann svona ríkur? Ég skil það ekki. Ætli, þú veist, eins og þú segir, ef að þættirnir voru að sína þetta, hvort þið hafi spilað inn í. Kannski borguðu þau inn í þetta. Bara pizzað. Pizzað í budget, sko. Ok, hann borgaði 1 milljón eitthvað. En það var sturlaður hringur. Og þetta er frá sér Lorraine Svart sem að mér finnst bara vera eitt vinsalast allavega skartgripahönnur fyrir þær. Mér finnst það alltaf þegar það er eitthvað svona stór skartgripur og eitthvað svona statement. Það er alltaf frá sér Lorraine Svars. Og ástæðan okkur þú veist það er örugglega því að þeir eru að fá mikið frá honum. Ætli það ekki? Okkur held ég að Lorraine sé konunafn. Eða henni. Bara henniðinum? Já. Ég hef svona ekki hugmynd, ég hef aldrei bara eitthvað tjekkað. Mér finnst það því þú veist þetta nafn. Það hlýtur að vera að þær eru ykkur svona að vinna eitthvað með þeim, sko. Já, en þú veist, samt skilur trúlónarhringurinn. Þú vinnur, veistu svo, að því að kann ég gaf henni síðan trúlónarhring. Frá sama? Frá sama. Ætli við ísi með eitthvað tengsla eitthvað. Nei, ég veit það ekki. Það er svo skrítið. Hefur heyrtið þetta frá okkur öðrum eða bara þeim? Já, Angelina Jolie hefur verið með frá henni og eitthvað. Kannski er það bara eitthvað sturlaðasta í Hollywood. Ég held að sé bara eitthvað sturlaður. Á með við þessa hringa. Já, ert að grínast. Við þurfum að fá þaðan, annars tökum við ekki við trúlóðurinn. Þið heyrið það fyrst þér. Býtu, hvað merkir þetta? Nei, takk. En I'm fine. Já, fine. Þau, sem sagt, já. Hún giftist náttúrulega Chris Humphries og það endist þarna í 72 daga. Já. Síðan sá 3. sem að hún hefur trúlóðast er náttúrulega bara Kanye West og það var á afmælisdaginn. Svo cute. Við varum búin að tala um þetta í Kimi þetta er með ekki. Það ekki, jú. So cute. En hann gaf henni líka diamantsring frá Lorraine Svars sem var samt, nú segi ég bara innan gæslappa, bara 15 karust. Já, hann toppaði ekki Chris Humphries, sko. What? Hann hefði alveg getað farið aðeins herða. Já. Það er bara 17 eða eitthvað. En hann hefur gefið henni svo marga skartgripi inn á milli, og þess að hringurinn sem hann gaf henni síðan seinna meir, sem var síðan stólinn hann í Frakklandi, það var bara það var rauninni bara tækifærisringur og ég held að hann hefði verið stærri en trúlónarringurinn. Þess að ekki styrlað. Þannig að, já, hún hefur verið trúlóið 3 svar, gift 3 svar og er ennþá gift, kann ég eins og staðan er akkurat núna. Já, eins og staðan er akkurat núna. Við höfum vonum að það haldið svoleiðis. Já. Það svolítið. Algjörlega. En næsta sem ég er með. Já. Katy Perry. Já. Hún er samt bara trúlega 2 svar, en mjög frægir menn. Já. Fyrst ég var Russell Brand. Við vitum alveg hvað hann er breskur, svona gaman leikari. Ég hugsa alltaf hann að Forgetting Sarah Marshall. Já, Forgetting Sarah Marshall, Getting to the Greek og það er svona, hann er mjög fyndin gæðir, sko. Hann er mjög fyndin, hann er víst bara samt búin að vera mjög bara viltur. Já, ég held ég var þegar sem myndi kom út og lækaði ég held í Facebook síðan hans og ég held að fá eitthvað mjög skrítin vídeo upp á Facebook síðanum mína, þess að það aldrei nefnt að gera þetta á Facebookinu mínu. Nei. En það er alltaf bara hann eitthvað að tala, maður svona what? Hvað er gangi? Hann alveg var svolítið svona skrítinni lífslit. Já. En ég held að það sé búin að taka sig á í dag og eitthvað, að það farið í meðferð og eitthvað. Getur verið, sko. Ég held að hann sé svona að finna sig og eitthvað. Ég þekki það ekki alveg. Nei. Skulum ekki fakta það. Nei. En þau trúlóðust 2009 og giftu sig bara 10 mánuði setna, árið 2010. En 14 mánuðum eftir það, þá endaði hann hjónabandið með text message. Bara SMS-i, já. Fuck. Það er slæmt, sko. Það er vont, sko. Já, þetta er bara hjónaband, sko. Jesus minn. En allavega,
Hún í dag. Hún betri í dag. Geggjum í dag, sko. Hún hérna með Orlando Bloom. Ég þekki hann úr Lord of the Rings og kannski flestir þekki hann kannski Pirates of the Caribbean. Já, ég þekki hann frekar það, sko. En þeirra trúlunarhringur sem mynda honum. Nei. Hann svona, að hann heitir alltaf Orlando Bloom. Svona eins og blóm. Oh my god. Svona, hérna, í miðinni svona fjólublá steinn og svo svona perlur í kring eins og blóm. Það grínast? Þú veist hvað dóttir þeirra heitir? Þú voru alltaf eignast dóttir. Hún heitir eitthvað líka. Hún heitir Daisy. Hún heitir Daisy? Já. Hversu cute. Oh my god, hversu sætt. Allt svona blómatengt. I love that, sko. We love that. Halló, sko. Vá, geðvikt. Herru, þetta væri ekki hérna tippastáttur nema vinkona okkar Paris Hilton myndi kíkja við. Ok, sakna? Það séu að tala um hana. Já, hún samtna alltaf yfirleitt að trúða sér ykkur starinn. Já, hún er svona landstíðin hún er komið inn, sko. Já, en hún hefur verið trúlega við 3 svar. Já. Ok. En hérna, fyrst var hún bara 21 árs. Wow. Og þá trúlega hann sé við módel sem heitir Jason Shaw. En hérna, það var bara stutt þannig sé, 2002-2003. Það er ekki til ein mynd af þessu eða neitt þannig. Nei. Af þessum hringa neitt. En hún var trúlega honum. Síðan hérna fór hún að vera með manni sem heitir Paris Latsis. Ég elska hann að vera með manni Paris. Double Paris. Já, en þau voru hérna, hann var grískur. Þau voru saman svona seint 2004, hann liði svona ár eitthvað. Já. En hann gaf henni vist bara fáránlegan hring. 24 karasta. Oh my. Já. Þannig við erum með metið þannig, sko, sem við erum búin að lesa. Ég held það, sko. Og hérna, hann þurfti síðan að skipta út þessum hring að því að hérna, hún byrja að kvarta hvað hann var þungur og erfitt að vera með 24 karat hring. Elsku. Þannig að þá gaf henni meira svona manageable. Hvað, ég myndi bara gefa henni það 2 hringa eða eitthvað? Þú myndi ekki bara skila restina af hringnum? Nei, hún fekk alveg eigan, sko. Okay. En hann gaf henni bara annan sem hún gæti verið með svona every day. Bara svona, Já, en hún getur með hitti og hún fór eitthvað fínt. Okay. Skilur. En þau hérna, já. Þú veist það sem maskara greið og það hringur sem þungur. Já, svo ógeðslega þungt eitthvað. En þetta er ekki eina bilunin, sko, að því að, já, síðan bara endaði þeirra trúlofan 2005 það var ekki svo sem lengi. Síðan var hún trúlofið hérna leikarnum Chris Silka og hann bað hennar í Aspen árið 2017 og þetta var vist bara mjög frægt. Ég man ekki eftir þessu samt, sko, að sé þetta eitthvað þannig en kannski maður myndi fletta upp, þá myndi maður muna eftir þessar trúlofun. En þetta var vist mjög bara svona frægt eitthvað, hann bað henni í Aspen og þau eru verið eitthvað cute myndir. Já. Hann gaf henni 20 karasta hérna peru shaped. Þeir eru svo fallegir. Já. Óvalega peru. Peru-shaped diamantsring og hérna en sko hann er vist eitthvað svona hann var virðið svo ógeðslega mikið þessar hringur að Paris Hilton hún réði öryggisverði til þess að vera með henni þegar hann var með hann á sér sérst ekstra, hún er alltaf með öryggisverði hún var með ekstra öryggisverði þegar hún var með hann hringa á sér og hún var greinilega, hún greinilega viðkomið putta því hún var ekki alltaf með hennar hring af því að þú veist, hann var svo mikið virði, whatever, já hvort það nú ekki verið þess að verið þungur, ég veit ekki hvað en þessu var greinilega bara svona ógeðslega mikið bling ég var til að vikta þessa hringi djóks og hérna þannig að já, hún réði ekstra öryggisverði til þess að vera með sér þegar hún væri með hennar hring en svo hætti þau hætti saman í hérna nóvember 2018 og hún sagði í viðtali já, ég ætla eiga hann hring ég ætla ekki að skilja hún ok, það er gott þá vitum við allavega að hún skilaði ekki nei, þar höfum við það já. Ég meina, það má alltaf taka hann til fyrirmyndar svona Paris Hilton skilaði ekki sínum, sko nei, ég ætla ekki að skila mínu ég ætla ekki að skila hann crazy ég meina sem eru gift trúlega 3 sinum en ég nenni ekki að taka fyrir allt mér langar bara að taka eitt sem ég var bara svona what, ég vissi þetta ekki neitt okay. Og það er hún Gwyneth Paltrow hún var trúlofið Brad Pitt ég veit, þetta er bara, ég sá þetta líka ég var að rannsaka fyrir hennar þátt þetta, ég var bara what það er bara par sem ég sé ekki fyrir mér þetta meikar engan sens ég þekki Gwyneth Paltrow Iron Man ég veit ekki hvað hann tekst úr hana Shallow Hal
Nei, ég man ekki alveg hvað ég þekki hana. Hún er alltaf mjög vinsæl leikona. Ég get bara ekki sett ykkur á svona mynd sem að fleiri myndi nema Shallow Hal. Ég man þetta henni. Shakespeare in Love. Já, hún er góð. Já, Shallow Hal, ég þekki henni örugglega því líka. Já, og Seven alltaf. Ég bara tengdi ekki þegar þú sagðir það, en þegar ég sé coverið þá, Já. Og allavega, hún og Brad Pitt, what? En mér finnst það bara ekki passa, sko. Þau kynntist á settinu á Seven. Hefur þið séð Seven? Ég held ekki. Hún er ógeðslega góð, þú voru að horfa á hana. Okay. Hún er trillt. En þau kynntist 1994 og hann bað hennar 1996. Trublað, sko. Af því að hann hefur líka gefið 4 trúlónarhringa. Já. Og þau þurfum að fara svo yfir hverju hafa gefið flesta. Það er annað þáttur. En ég skrifa niður, Brad Pitt hefur gefið 4. Damn. En bara gift sitt 2 árs. Já. En þau náðu ekki að giftast. Nei. Þau hætti saman 97. Já. En hún giftist 2 öðrum mönnum. Þetta var svakalegt. Ertu með fleiri? Ég meinin. Ok, take it. Mariah Carey. Já, vinkona okkar, sko. Vinkona. Og 3 sinnum. Það er ekki jól, þannig við þurfum ekki að elska hana. Nei. Trillti ringir samt. Just, hún er svo mikið bling manneska að ég get ekki ímyndað mér annað en að hún hafi bara átt trillta ringi. Einmitt. Hún er bara, Alla, hún var gift manni sem heitir Tommy Mottola. Mottola. En allir þessi ringir eru bara go big or go home, sko. Mariah Carey líka bara þannig manneska. Já, true. Já, en allavega. Giftust hún þessum? Þetta var ekki rétt sagt. Giftist hún þessum? Giftist hún... Má ég sé beti? Það stendur ekki hann hjá mér. Næja. Það er spennandi. Já, sorry. Klúra þessum. Mér finnst það bara svo trilltir hringir. Allavega, Nick Cannon líka. Það var númer 2. Já, hún á náttúrulega börnin sími. Já. Árið 2008 og það var 17 karat diamond ring. Ok. From Jacob & Co. Ok, ekki for Lawrence Worth 2.5 million. Það er svakalegt. Það er rosalegt, sko. Og þessi ringur, hann er svona bling útgáðan af Chris Humphries ringnum en hann kemur, sko. Er það þannig? Já. Fuck. Má sjá þetta. Já, fuck. Já, hann er trilltur, sko. Þetta er svona eitthvað sem þú þarft að ráðin öryggisverðis frá með. Já, það er alltaf mikið hann, sko. Sælir. Líka bara fancy light pink center stone surrounded by 58 intense pink diamonds. Þetta er bara bleikt. Já, andjóks. Bara bleiki diamantar og bleikir blái diamantar. Það er bara eitthvað annað sexy, sko. Það er það, sko. Og svo þriðji var James Parker, ástralískur billionaire. Já. Sem hún er bara nýbúin að hætta með. Já. Og það var 35 karat. Já, hann er sko bara billionaire fyrir hann er bara olíufursti, held ég, sko. Það er bara rugl. 35 karat. Já. Það er bara beyond. Það er bara rugl, sko. Sturlað. Þú veist það I sagt took the standards super high and wanted to create a ring that could not be measured up. Þannig við vitum ekkert hvað hann er virði af því að hann er það bara, en samt séu, hóruðu mynda á honum. Já, hann er, hann er bara eins og eitthvað svona kristall einhvern veginn. Hann er bara eitt stór diamantur. Já. Það er ekkert svona eitthvað details. Nei. Þannig séð. En það er sagt að hann sé virði 7,5 til 10 milljónir. Það er sturlað. Vá. Yep. Það er sturlað, sko. En þau náðu ekki að gifta sig. Nei. 10 mánuðir seinna var bara búið. Og veistu hvað? Hvað? Það er rumored að hún seldi ringin á 2,1 milljón. Hún bara eitthvað losa mig við þetta en fá smá fyrir það. Lítið samt. Já. Með við hvernig þessi verði. Þetta er ekki lítill peningur, sko. Nei, en ég held bara, ég veit það ekki. Þetta er ekki lítill peningur, segja það. Að með, hann alltaf verði næstu 10 milljónir. Var hann bara eitthvað, fucking henni ekki. Geða mér smá pening, bara sendum bara ykkur bara næstu götu, bara, heyrðu, viltu köfna ringa? Já, það er bara verið styrra. Já. Sturla. Haldið að sjá svo eitthvað með hann. Þú veist, þetta lítur að vera keypt og síðan bara brotið upp og búið nýtt. Já, það lítur að vera. Það er enginn sem gengur með þennan bara eitthvað. Það var þetta fyndið. En maður myndi bara sjá eitthvað annað yngra Hollywood par eftir 10 ár skilur með ringin. Bara með ringin en með ræðin. Já, maður svona, heyrðu, við þekkjum þennan. Já. Þannig, hann er auðþekjanlegur, sko. Já. Herri, tjekkum hvað þau sögðu tilboðsgestunir okkar. Já, heyrðu. Skila maður trúlónarhring eða ekki? Við sögum bara einfalt já eða nei. Þetta gæti ekki verið flóknara. Oh my god, hvað er spennt að sjá?
63%. Já. Það meiri hluti sem að segir nei. Já. Ok. Það svona, þú veist... Já. Kannski ef við höfum látið þetta hanga aðeins lengur inni. Kannski hefði þetta breyst. En hvað segir þú, Birta? Já eða nei? Slítur maður ef að maður... Ok, hvernig spurðu við? Skilar trúlofsring? Ef maður slítur trúlofuninni. Það er bara að gefa já eða nei? Já. Þetta er basically þarna, við orðum þetta þannig að þú ert að fá ring og þú ert að slíta þessu. Já, þá skilur honum. Já. Þá skilur honum. Ef við hefum orðað þetta kannski öðruvísi. Ef þú heldur fram hjá mér, þá myndi ólíklegt ég skil honum. En ég er samt með að vera ekki til að hafa hennar ring. Nei, þá bara myndi ég taka peningin. Já, bara selja hann. Já. Þá myndi ég bara taka peningin, sko. Þá er þarna með þína skaðabætur. Það sem ég segja. Ef þetta er eitthvað ringur sem er verið eitthvað, skilur við kannski. Já. Við erum aldrei að segja að hringarnir þurfa að vera eitthvað big cash, skilur. Nei. En ég segi að þú veist, þá myndi ég bara ekki gera þér þann greiða að skila honum. Nei, þú fara bara kassan inn eitthvað. Já, ég segi það, þótt að vera fyrir 10 skall. Þannig þá bara verður þetta... Þá bara kaupi ég með samloku og kók, sko. Já, ég færi bara fyrir með 10 bræðar yfir. Ég myndi gera eitthvað skrítið með pening. Kaupi mér eitthvað tilgangslaust bara. Já, dildó. Já, eins og það sem ég gett tilgangslaust. En ég hafði gott replacement. Þannig, veistu hvað, ég fekk mig fyrir trúnaðarhringin. Yep. Dildo. Bigger than yours. And it's even bigger than yours. Já, án jokes. Heyrðu þið? Vákar. Við erum að djóka. Við erum að grínast. En já, en ef að þú slítur henni, þá skilur henni. Já. Ég erum sammála það. Já. Shit. Hvað að okkur? Ég veit ekki. Það er eitthvað mikið að okkur, sko. En já, heyrðu. It's a wrap. It's a wrap. Ég sé þig í næstu viku. Já. Lagt til að sjá þig. Sjáumst næstu viku. Og lagt til að sjá ykkur og heyri ykkur. Já. Var þetta ísinn? Já, var þetta ísinn. Please go check it out. Go check it out, guys. Love you. Goodbye and good night.